Við setjum handverk í fókus í þættinum í dag og byrjum ferðalagið á Borgum og Akureyri þar sem steinsmiður smíðar hringa úr grjóti. Friðbjörn Möller, hér í Borgum og Akureyri ert þú að vinna áhugaverða hluti úr grjóthnullungum. Þú ert að gera hérna hringa úr grjóti. Það passar. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Það var í göngutúr á Súlur fyrir svona rúmlega 4 árum síðan. Það er allt löðrandi í svona litlum steinflísum þarna upp á Syðri Súlu og ég hugsaði með mér að það væri gaman að grípa með þessu kannski 2-3 ár og spyrja jarðfræðinginn minn hvort það væri möguleiki að smíða hringa úr grjóti. Fór með þetta til hans og sýndi honum og spurði hvort að honum þætti þetta möguleiki. En hann sagði nei. Þá eldist ég og fór með þetta og bjó til hringhandunum sem er einmitt fyrsti hringurinn og fór með á sýndi honum og sagði að þetta væri vístægt. Og síðan þá hef ég verið að dunda þetta. Við þetta, einmitt. En það vekur einmitt athygli mína þegar maður hugsar einmitt hringar úr grjóti, maður heldur að þetta sé svo þungt, en þetta er það í rauninni ekki, þetta er fyrstlétt. Þetta er fyrstlétt, þetta er náttúrulega búið að taka svolítið efninu í burtu og þegar verður svona lítið eftir þá er þetta bara létt og nett. Þetta er ekkert svona, það er æði margir sem halda þetta einmitt, að þetta séu töluvert þungir hringar en þeir eru það ekki. En hvað eru margir að vinna úr grjóti hérna á Íslandi? Það er náttúrulega einhver að vinna úr grjóti svona ýmsu muni en ég veit ekki neitt sem er að búa til svona muni. Hef ekki frétt af neinum hér á Íslandi minnsta kosti. En það er til fólk sem er að dunda svona sitt lítið af hverju úr steinum. En það var kannski jafnvel líka meira í gamla daga eða? Já, það virðist hafa verið. Það var starfrækt félag steinarasafnara á Akureyri og þeir höfðu aðstöðu og dunduðu þar við að slípa steina, flotta steina. En það virðist hafa lognast út af. Allavega er sá félagskapur ekki starfræktur ennþá. Áhöldin eru til og fallegir steinar sem hafa verið slípaðir. En engin starfsemi. Nei. En við vorum að tala að þú týndir steina með þér þegar þú værir í göngutúrum, en ég veit líka að þú hefur fengið grjót annars staðar frá. Þú hefur til dæmis verið að vinna með grjót innan úr Vaðlaheiðargöngum. Segðu okkur aðeins frá því. Það passar. Sú hugmynd kviknaði að það væri náttúrulega alveg kjörið fyrst að verið að bora þessi göng að ná í grjót svona bara á ákveðnum metrafresti og smíða úr því hringa sem eru þá náttúrulega rosalega skemmtilegar gjafir og sérstaklega þá fyrir fólk sem hefur haft áhuga á göngunum og barist fyrir þeim og fólk yfir höfuð líka sem vill eiga sérstakka gripi sem engin annar getur átt. Þannig að ég hef verið að búa til úr 500 metra sprengingunni, 700 metra sprengingunni og 900 metra sprengingunni og það er þá bara ákveðið upplag og ég er ekkert að fara að búa til neitt meira af því. Og hvernig er grjóti og Vaðlaheiðargöngum að koma út í svona skartgripagerð? Mjög mismunandi. Það er afar mismunandi berg sem er verið að fara í gegnum þar. Það er allt frá því að vera algjörlega ómögulegt til að nýta í að smíða hringa og í það að vera bara rosalega gott til að smíða úr hringa. Mjög þétt berg, en svo er líka svona berg sem er svona vel holufyllt og það verða þá rosalega fallegir koma mjög fallega út fallegt mynstur út þegar búið að slípa það. En nú vilja konur náttúrulega gjarnan ganga með eðalsteina en hvað með svona grjóthnullunga, hvað hafa konur sagt sem hafa séð þetta? Það eru rosalega skotnar í þessu. Langflestar sem hafa fengið að sjá þetta. Ekkert langflestar. Allar sem hafa séð þetta, afskaplega skotnar í þessu. Og það hafa komið til mín herramenn einmitt tveir sem keyptu af mér 4 hringa samtals til þess að gefa konunum sínum. Og ég hef ekkert fengið annað en lof fyrir það. Og þær eru afskaplega ánægðar með þessa hringa sína. En þetta er svona bara, þetta er svona eins og mávastellið, þetta náttúrulega er viðkvæmt. En það er engin annar sem á svona grip. Það er eiginlega alveg sama, hvernig á það er litið að það verður aldrei til annars svona hringur til dæmis. Aldrei nokkuð tíma. Það verður aldrei kóperað. Þetta er alltaf sérstakt. En nú ertu bara að dunda þér svona við þetta meðfram öðru, þú ert í námi og vinnu. Hvernig sérðu þetta þróast?
miðað við áhugan sem að þessu sýnt, að þá náttúrulega þarf ég aðeins að standa mig og búa til fleiri og af því að það sem sagt áhugi á því að kaupa þetta og ég ætla samt bara að hafa þetta svona áfram dundið mitt, þetta verður ekki aðalvinna, það alveg morgunljóst. Þetta hefur alltaf verið fyrir mig svona hálfgerð hugleiðsla. Hver og einn það mikil gleði og ánægja í hverjum einasta hring hérna. Og það enn verið að sprengja í göngunum, þannig að það verður enn hægt að fá nóagrjóti. Nóagrjóti til á Íslandi, það vantar ekki. Ég held ég verið aldrei seint upp í skroppa, að minnsta kosti. Með efni við. Það nú bara þannig. Þá liggur leiðin vestur á Hvammstanga í Bardúsu, þar sem handverkskonur súta gærur með gamalli aðferð. Það færist í vöxt að fólk að leita til upprunans og finna gamalt handverk og hvernig hluti voru unnir hér í gamla daga. Ég hér komin í Bardúsa á Hvammstanga og þú ert nú einmitt ein af þeim handverkskonum sem ert búin að finna gamla aðferð það ekki við að súta skinn. Segðu mér aðeins það. Jú, eða fyrir 2 árum þá kom Leni Zachariasson og við fórum nokkur á námskeið og við erum búin að búa til svona lítinn hóp þar sem við erum nokkur og svo einhver að koma einu sinni kannski og svo kom bara einhverju nýir. En við erum búin að vera eiginlega að leika okkur við þetta. Þetta náttúrulega bara svona föndur. Já. Því að þetta alveg ofsalega skemmtilegt og ég náttúrulega sauðfjárbóndi þannig að það nú svona heimatökin fyrir mig að nálgast þetta og við höfum farið líka í sláturhús og valið þetta jafnvel af lifandi, sem sagt af þeim lifandi því að þá sérðu svo vel hvernig gæran Sjáðu þessi, hún mjög falleg og þessi alveg sérvalinn, hann Auðun valdi þetta fyrir hann unni og hún svona bara með löng og falleg hár og ofsalega skemmtileg lita samsetningin í henni. Og þarna ertu bara að hugsa gæru sem getur verið sem skraut. Já. Eða látið barn liggja á eða hvað sem er. Og bara liggja, þú veist, hafa þetta í stofunni og leggjast á þetta. Þetta óbúslega hlýtt og gott. Tala nú ekki á kvöldi þegar farið að kólna svona. Já. En þú ert ekki að nota þessi kemísku efni í þetta. Hvað notar það? Þetta bara salt, fita og sápa. Við byrjum á því þegar það búið að flá kindina að þá eru gærurnar saltar og liggja í 4 til 6 vikur. Svo tökum við þær upp og við sköfum holdrósan, sem sagt. Já, kendu okkur nú nöfnin á þetta. Þetta holdrósi og hann skafinn með, það náttúrulega fullt af einhverju svona einhverju drasli og sem náttúrulega fer með þegar það verða að flá. En við sköfum allt þetta jökk af með skáskornum hrossalegg og þetta bara og þetta tekur svolítið tíma og það bæði líka til að opna holdrósan og svo þvoum við þetta, setjum þetta í sútunarlög og sem liggur í svona 7 til 10 daga, það fer svolítið eftir hvað kalt. Hreyfum alveg lágmark 2 á dag þá vesunust hreyfum við þetta fram og tilbaka til að þú veist hún má alls ekki liggja saman og líka bara hafa hreyfingu á sútunarvökvanum. Svo þetta tekið upp og skólað aftur og strekt upp í ramma, að tala að spýta, þá það spýtt skinnið til að halda því strektu. Svo þegar hún fer að þorna, þá komið bara með sandpapír eða svona, við höfum líka verið með svona pimpstein til að pússa og þá pússað og pússað og pússað og pússað, svo pússað meira. Svo þegar það búið þá þurfum við að mýkja hana. En svo ertu með ég sé út með, ert að búa til nýja tísku á Íslandi? Ég held sem allir í þessu núna ekki Game of Thrones stællir Þetta nú fyrstu gærunni sem ég sútaði á námskeiði hjá henni Lenu. Og þú finnur alveg hvað hún mjúk. Svakalega. Og þetta bara, ég fórnaði gærunni í svona fikt. Já, svo ég með aðra gæru. Og þessa valdi ég bara í húsunum heima hjá mér. Og þegar ég var svona að kíkja yfir hópinn og þá vorum við erum svona byrjendur náttúrulega í þessu, að þá sá ég eina og hún var svona eiginlega appelsínugul og ég alveg tökum þessa appelsínugulu
og Unni fannst hún ægilega ljót og svo endaði með því að hún var búin að horfa nokkuð sinnum á hana, þá var hún mjög öfundsjúk út í mig. Svo saltaði ég hana og ég vissi ekkert hvernig hún yrði og þegar ég tók hana úr saltinu þá var hún bara svona litlaus einhvern veginn. En svo þegar ég var búin að súta hana og spýta hana upp að þá fór ég að sjá í rauninni hvað hún þetta grámórauð og hún bara svona eins og silfruð hérna, hérna næst holdrósunum. Og svo hefur hún líka þessa fallegu, sérðu hérna, krullurnar. Já, eftirsóknarverðu krullur. Já, og sko, þegar þú ert búin að súta þetta svona, það enga vélar sem koma nálægt þessu, að þá þetta bara nánast eins og þegar hún kemur inn á haustin. Þú veist, þetta bara eiginlega, þetta svo mikið, svona bara mikið líf í henni. Mjúkt og fallega. Já, og líka skemmtilegt að vera að gera þetta með engum eiturefnum. Já. Og við erum bara berhent í þessu og... Já, þið myndu nú finna það strax. Já. Þú ert hérna með lambaskinn líka? Hérna er ég með lambaskinn. Sýndu mér aðeins. Og þetta náttúrulega, ég ætla að taka það fram að ég drepi þau ekki til að ná skinnunum, en þetta lömb sem að drepast í burði og bæði þetta frá mér og svo þegar það fer að minnka hjá mér sauðburðina þá á ég til að fara á einhverja bæi og sníkja skinn og þeir eru mjög duglegir að gefa mér skinn. Hvar fannstu þetta? Heyrðu, þetta nú alltaf sorglegt að missa þetta lamb en þetta dó í burða því það var svo stórt og þetta náttúrulega sko skinn sem ég kem sennilega bara sjálf til með eiga vegna þess að sem betur fyrir drefst ekki mikið af þessu svona í burði. Gott að það sé verið að halda í gamlar íslenskar hefðir. Já. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.